Matur og menning í boði Netto. Ostur, appelsín, garn og pennar. Allt það og margt annað í Netto. Netto. Kræsingar og kostakjör. Verið velkomin í fyrsta þáttinn af mat og menningu þetta haustið. Í þessum þætti ætlum við að kynnast Bretlandi örlítið betur og fá til okkar í heimsókn Michael Clarke og elda okkur fish and chips. En til þess þá þurfum við náttúrulega fyrst að skreppa á sjó á Nóa EA með þeim feðgum Davíð og Sigurði. Við ætlum að kynnast örlítið hvernig við eigum að nota hnífan okkar. En til þess að þetta sé nú allt framkvæmlegt verðum við að skreppa í Netto fyrst og verslaginn sinn. Jæja, þá erum við mætt í Netto og þar sem við ætlum að fara að elda fish and chips með Mikka á eftir. Þá mikilvægt að við fáum okkur gott edik og góð olíu til þess að steikja fiskinn okkur. En það náttúrulega til aragrúi af hvoru tveggja. En í dag ætlum við að velja okkur tiltölulega hlutlaust edik af því að við viljum ekki að ediki keyri yfir bragðið á fiskinum okkar og frönskunum. Við ætlum að velja okkur hvítvíns-edik en það vissulega til meiri karakter í edikum eins og rauðvínsedikið og ég tala nú ekki balsamic edik sem svona mikil tískubóla og þá frábært að píska þetta aðeins upp í góðri ólífuolíu og sakar ekki að setja hnífsótt sinnep með þá ertu komið með frábæra vínegrettu á salatið. En í olíunum ætla ég fara bara í þessa hlutlausu easy olíu trúlega til í ansi mörgum eldiskápum og við ætlum að steikja fiskinn upp úr þessu og franskatan okkar. En ef ég væri nú að gera eitthvað gott salat með, þá myndi ég fara í góða jómfrúar ólífuolíu, kaldpressaða helst og passa að kannski að flaskan sé svolítið dökk og liturinn á ólífuolíunni sé dökkur því að það gæðamerki. Þetta til dæmis fín olía til þess að búa til góða salat vínegrettu. En við skulum versla aðeins meira inn, skellum okkur á sjó og sjá hvort að við fáum fisk. This ain't the down, it's the upbeat, make it complete. So what's the story? Guaranteed accuracy, enhanced CD. Latest technology, darts at treble 20. Huge non-recoupable advance, majors be vigilant. Sæll Davíð minn. Já, sæll þetta alveg. Gaman að sjá þig. Já, sömuleiðis og velkomin. Takk fyrir. Heldur að sé einhver veiðivon í dag? Við verðum að láta reyna á það bara. Nokkuð annað en að hoppa borð og Nei, það ekkert annað en að hoppa borð. Í Vestafalli förum við þá í fiskbúðina. Það ekki spyrjast út Nei, sjáum til með það. Gerðu svo vel, kall. Nói EA 611. Já. Þetta glænýtt skip. Það nánast, sko. Smíðaði þegar á flot 1. apríl 76. 1. apríl 76. Já, smíðaði hérna á Akureyri. Þannig að það bara slagar í fertugs afmæli bráðum. Já. Eigum við ekki að leggja í hann bara? Við skulum bara leggja í hann og sjá hvort það fljóti ekki undir okkur. Gott. Ok, bróðir. Hann bara græja hana hérna fyrir, þú rúlar henni svo út. Davíð, þú segir að það sé veiðivon hér? Já. Við verðum að láta reyna það nú, fyrir verðum bara að slaka. Og heldur hérna þessi. Og við tökum svo hina stöngina á eftir bara þegar við vorum strandaðir í honum hérna. Sko, það er Breti sem býður eftir fish and chips á eftir. Og það eiginlega sko allt undir. Það allt undir að við fáum eitthvað sko.
Annars erum við teknir út á sakramentinu bara. Þetta nú endilega ekki þín fyrsta sjóferð? Nei, ég búinn að vera svolítið að glamra við þetta svona í einhver 43 ár. 43 ár, takk fyrir. Svona frá því ég byrjaði nú svona fyrir alveg. Hvar byrjaði? Ég byrjaði nú eiginlega fyrsti túrinn minn sem ég fór, það var nú 1968, var með pappagala og sléttbagala síðutogara hérna Á síðutogurunum? Og fekk að vera hásetti þar. Einn túr, svo byrjaði ég 1970 sem messagutt á Helgahellinu. Takk fyrir. Og var þar fram á vorið 1970 og svo fór ég hérna á Kaldbakkanlega hérna síðutogaran. Hvernig var þetta á þessum síðutogurum? Þetta hefur nú vantilega ekki verið í dag líkamsræktarsalur borð og gufa og sólarbekkir Heyrðu þið? Það lítur út fyrir það að Michael ætlaði að fara að fá að borða. Var það ekki tilgangurinn? Það er á. Hann gulur? Já, það er sá guli. Það með okkur á eftir. Þetta er sko alveg. Þetta er alveg eftir hormónunni. Heyrðu, við náðum í fisk handa Michael sem betur fyrir, það hefði nú verið ljótt ef við höfum verið að fara í fiskbúðina. En við viljum náttúrulega gera það kallinum. Og það er bara, þetta er ekki það snirtilegasta sem við sjáum. En svo er bara, eins og maður segir, það þarf að fóra múkkan. Það þarf að fá sitt. Skólum! Svona er færið að þessu sko. Klárt í matinn. Næsti? Já, það er bara brjálað að gera á vaktinni sko. Jöfull. Þú ert alveg á vakt til 6:30 í kvöld sko. Þú ert að láta þig hafa það. En af því að hnífarnir hans Davíðs eru nú ekki alveg glænýr frekar en Nói gamli sem við siglum hér á, þá ætlum við að kíkka heim í heilræðishornið og fara yfir hvernig við eigum að hugsa um hnífan okkar. Þá erum við komin að því að skoða hnífan okkar. En það mikilvægasta í eldhúsinu er náttúrulega verkfærin okkar og þar náttúrulega einna helst góður hnífur. Ég segi að bitlaus hnífur sé miklu hættulegri heldur en góður hnífur með góðu biti því að þegar við erum að reyna að skera í gegnum eitthvað og hnífurinn bítur ekki miklu meiri hætta að við skerum okkur. Þannig að bitið er númer 1, 2 og 3 og eiga gott brýni eða stál og það er nú svona margir hrættir við að brýna hnífana sína en reglan er einföld. Það er 45 gráður á stálinu og hnífnum og svo byrjum við bara laust, alls ekkert fast og enga kraftakeppni. Þetta er ekki flóknir en þetta. Maður á bara að æfa sig svolítið, gera þetta laust og lögmannlega komið. Gerum þetta nokkrum sinnum. Hver skipt sem við ætlum að elda, þá er hnífurinn alltaf tilbúinn og alltaf frábært bit. Nú er ég komið með svona lítinn hníf, það sem ég kalla ávaxtarhníf. Lítill hnífur fyrir lítil verkefni og auðveldur í hendi. Nú ef við ætlum svo að fara að skera eitthvað sem er kannski mjög erfitt að skera, nú er ég komið með grasker sem er nú bara svona nánast eins og stál viðkomu, að þá velja mér einhvern stóran hníf sem að veldur verkefninu, nú eða ég vil tenta brauðhnífin okkar. Því að hann fer væntanlega aðeins betur í gegnum svona harðan skráp eins og á graskerinu. Og við ætlum að gera okkur graskersúpu að við hefum ekki svo glatt farið í gegnum þetta með bitlausum einhverjum gömlum kjötníf sem að ég stal einhvern tímann frá mömmu eins og þessum. En
Þessi hnífur hérna, þetta er nú uppáhaldshnífurinn minn og sá hnífur sem ég nota hvað mest og í hvað flest að skera fisk og skera grænmeti að þegar við erum komin með flottu graskers kubban okkar að hér þurfum við kannski ekki tenntan hníf lengur og þá getum við farið að skera í súpun okkar. Gott bit og mér finnst betra að vinna með stórt blað og nota allt blaðið þegar við erum að skera. Ekki ýta beint niður, notum allt blaðið á hnífnum okkar. Gott brýni og æfa sig að brýna. Jæja, nú erum við komin aftur á Backpackers og til okkar er komin Michael Clark. Velkomin. Takk. Við erum með þema okkar, Brest, í þessum þætti. Já. Og þú varst náttúrulega efsti maður á blaði. Þakka fyrir það. Hvenær fluttir þú til Íslands? Það er rosalega síðan. Eins og sést, það er hérna 71. 71. Og af hverju? Já, hvað ég segja, ég var búinn að vera í London í 3 ár og hérna það var rosalega spennandi en hérna einhvern veginn fannst mér alltaf að ég myndi vilja fara eitthvað annað og hérna jafnvel búa einhvers annar stað og svo var bara auglýst eftir fiðlukennara á Akureyri og ég sé ekki hvað það væri. Já, það var reynda einn stúlka sem ég hafi verið sko, sem hafi nýlega vísað mig á dyr, sagði hún sko, heyrðu, þetta er eitthvað fyrir þig, sagði hún. Svoleiðis að hérna ég svaraði auglýsingu og beið og svo bara allt í einu bara með hausti þar ég kom með flugmiða og Það var ekki hægt að googla Akureyri á þessum tíma? Það var ekkert hægt að gera. Ég man eftir það ég fekk einhverja svona bæklingar í pósti og hérna mér fannst það alveg voða furðulegt að sjá Hafnarstræti og sérstaklega Amaró. Ég veit ekki af hverju, það var svona merkið og einhvern veginn ég man eftir svona litnum á húsinu og svona. Svo var ég svo voðalega hrifinn að þarna væri eitthvað sem væri við sjó. Að minnsta kosti gerir ráð þetta bláa væri sjó. Þú elst upp í Nottingham? Já. Og flytturðu þaðan snemma eða varstu þar fram á? Ég var þar alveg þangað til ég fór í tónlistarháskóla í London á litlu mótorhjólinu mínu og hérna bjó einhver úrhverfi og hérna og þarna var ég að fara á hverjum degi sko, það var meira en klukktíma ferð. Varstu breskur hippi á mótorhjóli í London? Já, pínu síðhærður, jú, og hérna, þetta var náttúrulega allt í kringum mann, Carnaby Street og það allt saman og ég reyndi að misti af Rolling Stones í Hyde Park og ég sé nú eftir því að ég hafa ekki farið þarna. Nei, trúi því. En maturinn í Nottingham, hvernig í minningunni, hvað var að borða á sunnudögum heima? Það náttúrulega á sunnudögum var þetta dæmigerða, sko, steikta kjötið í Roast beef. Roast beef og það besta sem ég man eftir það var svona kóla eldavél. Það sem voru bara sko, það var bara kveikt upp í kólanum, svo var svona til hliða, það voru svona ofnar og steiktu járni. Og það var einhvern veginn svona djúp, svona fitu, nautkjötsfitu, lykt og bragð af öllu sem kom úr þessum ofni. Og það er raunin verið besta þetta kjöt. Já. Og svo náttúrulega allt í gufu og svo náttúrulega verið kartöflur og Yorkshire búðingur sem alveg ómissandi. Yorkshire búðingur? Já. Hvað er það? Það er svolítið spes að þetta var eiginlega frá tímum þegar menn átti engan pening. Já. Og þá var það sko Fátækra mannamatur. Fátækra mannamatur. Og þá var þetta þannig að þú setti kjötið á grindinni á ofninum, lítið kjötbita og svo fyrir neðan varstu með svona hérna dós eða eitthvað svona baking tin, hvað kallar maður það, bökuna forma eitthvað og í því varstu með þetta deig sem er raun og veru bara eins og vöffeldeig. En sko það triksið er að safinn og fitan lekur onni þetta þannig að þetta bakast og verður svona sósulegt með svona kjötbrauði. Og sko vinnandi kallinn á heimilinu, hann borðar kjötið en fjölskyldan fátæk brauði með kjötbrauði. Já, hérna. Ég hef hins vegar heyrt af nokkrum út í bæ að þú sért frábær pylsugerðarmeistari. Já, það er náttúrulega sko Bretar sem jú, það er alveg rétt, ég verður viðurkenna það og ég er að borga fólki út í pylsum sko fyrir að gera mig í þessa greiðu en sko þeir raun og veru
þetta eitt af því sem allir Bretar sakna í morgunmatnum. Það breska pylsur. Ekki svo að það sé svo góður hráefni, eða einhvern veginn hvernig þær eru. Það vera brúnast á pönnu, ekki springa, ekki vera svona bleikt gúmmikjöt með kjöt og kryddi. Svo ég keypti mér hérna frá einhver fyrirtæki í Bretlandi bæði sko efnið og kryddið og svo heljarins vél sem bara setur pylsurnar í garnirna. Þannig að þú ert komið með lítinn heimilisiðna? Já, en ég má ekki selja. Nei. Ég eins og með smá hrekk eða gjöf. Nú? Sko, okkur var náttúrulega hugsað til fish and chips. Já. Leið og við hugsaum Bretland. Já. Þessi matur sem var vinsæll upp úr 1900, upp úr stríði. Já. Og í stríðinu. Og ég náði mér í þorsk. Já. Og í staðinn fyrir að djúpsteikja kartöflur, þá ætlum við að gera svolítið annað. En í þessu degi sem að kannski þú þekkir frá Bretlandi, þá ég búinn að gera hérna smá spelt og chili orlídeg. Treystu þér í að smakka þetta með mér? Já. Þetta smá tilraun. Já, ég hef náttúrulega, sko, ég löngu búinn að gefast upp að reyna að gera svona deg. Já. Að ég veit ekki hvað það einhvern veginn, getur verið andrúmsloft eitthvað. Það verður aldrei eins og í Bretlandi, en við skulum gefa þessu séns. Það ekki? Jú. Velkomin á eyjuna. Núna í skammdeginu þá ætlum við að ferðast til ýmissa landa, bæði í huganum og með bragðlaukunum. Og við ætlum að elda eða prófa einhverja uppskrift frá hverju landi sem við höfum ekki prófað áður. Og í dag ætlum við að skreppa yfir til Bretlands. Hér í dag ætlum við að búa til villta villisveppa eggjaböku. Og ég búinn að steikja hér sveppi, skallotlauk og ferskt timjan. Og við ætlum að setja þetta í svona eldfast. Það hægt að setja þetta í stærra form fyrir alla eða eitt svona eins og sem hugsað fyrir einn. Sveppirnir eru steiktir upp úr smjöri. Þessu sveppirnir, laukurinn og timjanið. Salt og pipar. Síðan búum við til svona aðeins, við kalla það hreiður. Svo þetta er cheddarost, rifinn cheddarostur. Svo hellum við aðeins rjóma í kring. Þetta fer svo inn í 190 gráða heitan ofn í 10 til 12 mínútur eða lengur. Ef við viljum hafa eggjarauðuna mjúka, þá svona 10 mínútur, en 12 til 15 ef við viljum hafa hana stífari. Magnað sveppabragð og ef maður ímynda sér þetta heima, smjör, steikt, skallottlaukur, sveppir, timjan, egg sett yfir, salt og pipar og cheddarostur. Þetta er ljúft. Takk fyrir í dag. Jæja, Michael, nú ég komin með mínar franskar. Já. Ekki þessar djúpsteiktu. Ekki þessar chunky. Bara skornar í báta, bakaðar. Já, er það ekki? Ég ætla að stinga þeim í grillið. Já. Við erum að hugsa svolítið línundar, allavega ég. Já, ég alltaf að því en einhvern veginn, já. Heyrðu, nú ég komin með þorskinn. Já. Ég ætla að panna hann velta hann upp úr smá hveiti og setja hann í spelt chili orlídegið mitt.
Og hvað er meira í því? Það er smá bjór, Já, hvað meira? smá sweet chili, Já, 1 egg já, og spelt. já. Já, En af því að við spöruðum okkur að djúpstekja franskarnar, leifum okkur þá þetta. getum við djúpstekt fisk. I've been holding out so long. I've been sleeping all alone. Lord, I miss you. I've been hanging on the phone. I've been sleeping all alone. I won't kiss you. Þetta flott. Er það ekki? Ég vil að láta. Nú bara, Heyrðu, þetta virkar. sko ef maður á ekki djúpstekingapott, Nei, þarna var ég bara með pottinn og olíu. þetta er sem ég verður. Þú bara passa hitan svo litið á olíunni að hún verði ekki of heit, taka hana af hellunni og lækka og hún er náttúrulega svolítið hættuleg líka. Svo á ég frammi hvítvínsedikt sem ég keypti í búðinni. Já, það er svona, Sko, það er svona slettur svona. en hvaða edik hefur hún átt? Það er það sem heima hjá hans. Já, malt. Maltedik. Hefur til okkur og þú Ekki. verður að taka þetta út fyrir mig. Ég geri það. Nú ætlaði Michael að taka út tilraunar mína með fish and chips á minn hátt. Já, Gjörðu svo vel. takk. Ég veit að ég er að svíkja þau maltetikið, Já, það er bara þannig. en ég vildi svona tiltölulega kannski ekki mjög aggressíft edik Nei. og valdi þar alveg hvítvínsedikt. Já, það er fínt. Já, við prófum það bara. Nú, þetta var svolítið mikið, en það er gott að það er svolítið mikið. Og þetta er bara, þú skvettir þessu brá og þetta er bara fingramatur. Þú varst ekkert að fá neinn áhöld. Já, kannski bara 3 gaffall eitthvað, en það var yfirleitt að gekk úr illa. Þetta er ótrúlega fínt. Og hollustu franskarnar. Það er ég. Og það, ég vil fá pínu svona á það. Já, þú setur á bæði. Já, já. En þú ert nú að verða örugglega einn af elstu eða lengst starfandi tónlistarkennum á Akureyri miðað við að þú ert komin upp úr 70. Hvað ertu búinn að kenna lengi? 43 ár. 43 ár. Alltaf jafn gaman? Já, það er oft mjög gaman, það er ekki alltaf verið gaman, en það er ótrúlega gaman í augnablikinu og söngnemendurna eru sko hver öðrum betri og það er þvílík stemming og svo ætlum við bara til New York í febrúar og helst að fá að syngja. Söngkópurinn í tónlistarskólanum í dag? Já, klassíska söngdeildin, hún líka sko var með svona barkvöld í fyrra og ýmislegt í gangi. Frábært. Svo ertu líka í öðru verkefni með himnótíð. Jú, ég er búinn að vera svona nokkurn veginn frá upphafi, þó ég sé ekki stjórnandi, þá er ég svona raddþjálfari. Svo hef ég samið nokkur lög og útsett og við erum bara með gigantísverkefni framöndan. Við erum með tónleikaröð núna á næstu vikum þar sem við förum á einhverja 10-11 staði víða hérna á Norðurlandi. Svo eru tónleikar með held ég skámöld í Hörpu. Já, það er stærri típa. Já, stærri típan. Og svo erum við að gefa út annan diskinn okkar sem er jólalög með aðeins öðruvísi sniði og það verður útgáfa tónleikar fyrir jólum. Frábært. Svo ég sjálfur semja og er eiginlega snúa mig meira að því í framtíðinu. Ég ætla bara að þetta síðustu veturinn minn í tónlistarskólanum. Já. Og ég er svona undirbúið það og er að semja núna orgelverk og það er búið að vera ótrúlegt. Sko, ég var veikur daginn svo ég dætti að semja einn kafla, hann fór út á neti. Sko 3 dögum seinna þá var
vera að flytja það verk í kirkju í Danmörku. Svo ég er búinn að fá upptöku af því. Stoltur af því? Já, ég verð að segja það. Það kemur mér óvart. Já. Ferðu heim oft til Bretlands? Nei, ég fer aldrei. Ég fer aldrei til Bretlands lengur. Tíma þá er ég fara nokkur sinnum ári til að því að mamma var þarna ein en svo fluttum hingað út á núna í mars en var 95 ára en sko það voru farin að vera kvöl hjá mér að vera í þessa ferði því að eiginlega finnst mér þetta ekki að vera Bretland sem ég þekkti. Ertu orðinn meiri Íslendingur en Breti? Miklu meiri Íslendingur en Breti og eiginlega held ég að mörguleyti miklu meiri Íslendingur en margir Íslendingur. Já, og Akureyringur? Vona það. Ég held það. Vona það. Michael, það var frábært að fá þig. Takk. Takk fyrir að taka út tilraunina mína. Ég vona að ég hafi ekki sært breska stoltið. Nei, ég ætla bara að ráðast að það. Með að svindla aðeins á Nei, það má lengi bæta og breyta. En ég ætla að biðja að sitja aðeins lengur með mér. Já. Og athuga hvort við getum ekki fengið okkur góðan porter bjór og fish and chips. Ekki? Já. En Mat og menningu er lokið að sinni. Við sjáumst á mánudaginn að viku liðinni. Verið bless. Ostur, appelsín, garn og pennar. Allt það og margt annað í Netto. Netto. Kræsingar og kostakjör.